Góðan daginn, kæru vinir. Klukkan. Þetta mikilvæga tæki. Stundum í smávegis brasa við hann og að kveikja hann. En þar eru við nú ekki líkir þegar það verðst nú ekki mikið fyrir þér. Það er nú vegna þess líka að við erum ekki sömu manneskjurnar. Og það sem að ég er að böggast við að gera, gerir þú mig alveg svoleiðis leikandi létt að annað þess hefur ekki sést. En hvað um það? Við erum misjafnlega fær í hlutum og það fylgir bara okkur. En flest á okkur ná og nú ágætum tökum á því sem að við erum að gera og fást við svona hverju sinni og það fer eftir því hversu mikla rækt við leggjum í þetta eða hitt verkið. En ekki get ég lofa þér, kannski segjum að því miður, að ekkert er fyrirhafnarlaust. Og hver svo sem þekkir ekki þennan? Hver hefur fengið alla þekkingu 1 og 3 á þess að vinna neitt fyrir henni? Þú lærðir að lesa vegna þess að þú gekkst í skóla og skólinn kendi þér hvernig þú gerir þetta og hvernig þú raðar saman stöfum svo út komi orð eins og orð sem við erum að tala hér. Orðin okkar eru líka til sem bókstafir. Þetta er merkilegt allt saman. Biblían okkar til að mynda, hún er röð bókstafa sem mynda eitt og annað orð sem við skiljum öll. Þegar við erum nefnilega Íslendingar og Íslendingar skilja íslenskt mál. Værirðu kínversk manneskja, að þá hefur þú líka sem kínversk manneskja þitt stafróf og stafrófið sem að þú notar mynda orð en þau eru skrifið öðruvísi en ég og allir henni gerum sem að erum til að mynda hér upp á Íslandi. En gagnsemi sama, orð verða til á blaði og þess vegna Guðs orð. Þess vegna er lestrakunnátta mjög mikilvæg fyrir menn. Í gegnum lestrarkunnáttuna flytur þú alls konar skilaboð. Og í þessi skilaboð er hægt að vitna, svo lengi sem bókarskræðan er til. Þess vegna ár 100. Orðin okkar, þau varðveitast ekki af mínu munni nema tíma þegar ég náttúrulega fer í dag. Kannski skildi ég eftir með eitthvað lesefni sem þess vegna gæti alveg enst nokkuð lengi. En þetta er auðvitað ekki eitthvað sem ég er að velta fyrir mér. Ég veit að ég er náttúrulega búin að skrifa alveg helling og ég segi það líka að margir hafa skrifað miklu meira en ég og sumir örugglega einhvað minna. En allavega er þetta til og ef þú vilt og nennir þá getur þú gluggað í þetta vegna þess að það er svo gott aðgengi fyrir okkur í dag að alls konar upplýsingum. Og þetta er ekki einhvað sem maður bara hristir höfuðið yfir vegna þess að þetta er bráð mikilvægt fyrir lífið sjálf. Þú ert með allar upplýsingar, svo gott sem allar upplýsingar fyrir fram að þig. Og þú þarft ekki lengur nema þú viljir það sjálfur, standa á fætur og fara yfir í bókasafnið og verja tíma þar kannski daginn þann dag og næsta við að fletta upp og leita heimilda. Þú gerir þetta allt saman fyrir fram að skjáiðinn á hraða sem er margfaldur á við hinn að þurfa að fletta blaðsíðu fyrir blaðsíðu
og finna þetta og hitt til þess að nota. Í raun og veru þá gerir þetta alveg sama gagn, en munur að þú ert margfalt fljótari við þetta í dag. Og okkur finnst það nú þægilegt ef við erum margfalt fljótari við að ná í sömu upplýsingar og tækja okkur að fara inn á bókasafn, finna bækur, og það hefur maður svo sem gert líka. Þetta var nú fyrir ég orðið það gamall að þegar ég var yngri þá voru einhver tölvur. Og ég hef nú alltaf verið svona grúskari svolítill, og ef maður þurfti að finna eitthvað meira en maður átti sjálfur í heimildum, þá var maður að fara á bókasafn. Og ég gerði það nú í nokkur skipti. Ég ekki manni í nákvæmlega í hvaða tilgangi það var, en eitthvað grúsk var í gangi sem ég langaði til að vita aðeins meira um. Og fór þessa leið. Þannig að við lifum merkilega tíma. En þó við lifum merkilega tíma eins og í dag, þá er ekki þar með sagt að þakklætinu sé fyrir að fara. Ég hygg reyndar að vanþakklæti sé mjög hátt skrifað hjá mjög mörgum. Við erum ekki ánað með neitt, eða mjög fátt allavega. En samt erum við nú fólk allsnægta. Allsnægta, segir, ég get aldrei leyft mér neitt. Þetta er rangt hjá þér. Þú er oft geta leyft þér margt. Þetta er eitthvað sem að trúin vill draga upp í okkur. Þar við séum ekki bara í einhverju sörtu og einhverju daunillu umhverfi með okkur sjálf, heldur sjáum við þegar við tölum okkur þannig til og segjum, hei, ég hef margt geta gert. En það er kannski ekki allt gengið upp, sem er allt annað mál. Þetta er að tala sig upp á einhvern stað sem er talsvert bjartari en þetta svarta og sigurleysa sem dregur allt niður og fyrst mann sjálfan og svo koma hellingur að liði á eftir manni. Að því ég var svo neikvæður. Þetta þú þekkir ekki að vera neikvæður. Kannski þekki ég það, jú, ég þekki það nú held ég. En kannski er ég það ekki mjög oft í dag. Á hverju? Vegna þess að Drottinn breytti hjarta þessa manns. Og sett hann á stað, það sem svona svolítil birta lékum hjartatetrið. Og þetta er það sem Drottinn vill gera við þig. Hann vill líka setja þig á þennan stað. Hvernig líst þér á það? Ég veit ekkert um það. Ég er ekki þú. En þetta er allavega staður sem ég vill vera á. Þú mátt ráða þínu stað. Alveg eins og ég má ráða mínu stað. Og ég hef valið. Drottinn birtist mér innan gæsalappa og hann umbreytti öllu í þessum manni og þessi umbreyting hefur ennþá virkað og vinnur, styrkist og eflist og ég sé mun á því sem var og því sem er og ég segi, ég vil ekki skipta. En það hefur lífið kennt manni svo sem, og það vistu jafnvel og ég, að það er ekki engin dans á rósum. Það er heldur ekki alltaf neitt sérstaklega sanngjarnt við okkur. Og þá líka er hægt að snúa þessari spurningu við og segja, höfum við alltaf verið sanngjarnir hvor eru við annan? Ég held að svarið sé nei fyrir okkur öll. Við höfum ekki alltaf verið það. En stundum höfum við náð upp í það að vera sanngjarnt fólk. Og þetta er hægt að þjálfa sig upp í þessa sanngirni, já, þjálfa sig upp í. Þetta er eitt af því sem að trúinu vill að við gerum. Þetta er eitt af þessum góðu verkum trúarinnar, að trúa vill að við þjálfum okkur upp í eitt og annað. Já, við stöðlum að því, við vinnum að því. Og við förum þessa leið, bæði númer 1 og 3, að því við viljum það sjálf og líka að við vitum að við ávinnum okkur alveg helling af alls konar með því að gera það. Og hvernig getum við talað svona?
að við höfum margvíslega reynslu af því. Það er ekki rétt. Þarna erum við komin á merkilegan stað. Það er þessi trú og trúar reynsla. Þannig við sjáum að þegar við viljum öðlast trúar reynslu að við þurfum að stíga út í eitt og annað. Og þá líka kemur reynslan og þekkingin af reynslunni með og við segjum harla gott. Og svo fáum við meiri reynslu og við segjum við viljum ekki snúa aftur. Við viljum halda áfram að öðlast reynslu sem trúin er að færa til okkar. Og trúin er ekki starfslaus vettvangur. Trúin er starfsfús vettvangur. Og ég þarf að vera þar. Og þá eru það svo margt sem er að ángra okkur. Það er þessi óvilji til að breytast. Við viljum breytast, ég veit það. En þegar kemur að því að breytast, þá situr allt fast. Af hverju? Hver veit það? Allir vita samt að með þessari breytingu og hinni í ákveðna átt, þá verður allt miklu betra. Líf einstaklings verður miklu betra ef þetta breytist frá þessu yfir að þennan stað. En svo þegar við erum að hrópa eftir breytingunni, Drottinn er fús, hann vill að, hann veit alveg hvað þarf. Og svo byrjar hann að hreyfa okkur og þá stökkum við tilbaka að við viljum það ekki. Af hverju? Það er þetta slæma dæmi, haltu mér, slepptu mér, sem það ræður ótrúlega oft öllum ríkjum. Haltu mér, slepptu mér. Haltu mér, ég vil vera hana. Slepptu mér, ég vil fara það. Og Drottinn segir, komdu, ég er með betri stað fyrir þig. Og ég veit að þetta er betri staður, en svo þegar það er að byrja, þá stekki tilbaka. Er þetta ekki sagan okkar svolítið? Veistu hvaða annað orð er yfir þetta? Að hjakka áfram í sama fari. Það er hitt svarið við þessari spurningu. Og það er eitt af meinsemdum mannlegs lífs, hver margir hjakka í sama farinu. Samt er það svo, og ég hygg að allir viti, við enginn á okkur þarf að hjakka neitt í sama fari. Allir hafa allt í sér til jafnsi hvert sem er að fara, en þarna kemur að stóru vandamáli. Ég þarf að velja þetta. Og ég vel. Byrja, svo hætti ég við. Bang, er aftur komin í mín gömlu spor. Í nákvæmlega sömu spor og ég hef alltaf verið í. Og ég viðurkenni það að aldrei líkaði mér nú neitt sérstaklega vel við þetta. Viðurkenni að oft þreytti þetta mig, pirraði mig, angraði mig, en samt er ég þarna. Og í hvers geti sem að eitthvað hreyfing á að verða, og þá kemur þetta haltu mér, og svo kemur þetta slepptu mér aftur. Ég vil fara aftur bara á þennan gamla stað, að því þekki hann svo vel. Við hvað erum við hrædd? Það liggur alveg fyrir við hvað við erum hrædd. Við erum hrædd við þessar breytingar framundan. Að við sjáum ekki að þær verði neitt til góðs, okkur finnst við vera að fara út á svo litið óvissu svæði. Þess vegna förum við bara aftur setjum okkur sitt hvora löppina ofan í sömu skóför og voru, og það bara erum við áfram. Með allt auðvitað yfir okkur sem að við í raun og veru hötum. En það er ekki þannig. Er ekki tímið breytinga? Og hvenær eru þessir tímar breytinga? Núna. Hér og nú. Veistu það? Já, þú veist mjög margt. Þú veist alveg helling. En þú gerir bara sumt. Alveg svo ég.
Þú vilt öðlast gott líf. Horfðu í kringu þig. Og hvað er í gangi? Sama fara. Hvað á að breytast ef við veljum sama fara? Segðu mér það. Við verðum að rífa okkur upp úr þessu. Ef að ég gat það, ef að svo margir gátu það, þá getur þú það líka. Það komið tími til að velja, minn kæri vinur og vinkona. Hvað ætlar að velja? Hjakk í sama fari eða eitthvað sem að breytist? Ég þekki sjálfur prívat og persónulega mátt ákvörðunarinnar. Hún er alveg gríðarleg. Drottinn bíður eftir mætti ákvörðunarinnar fyrir mig. Segðu þetta með mér. Hún líkar ekki þetta tvístígandi fólk, hvort sem það er ég eða þú. Hann kallar okkur sem þetta er að þarna erum hálfvolgar manneskjur. Og hvað segir? Ég spýti þessu fólki út úr munni mínum. Hálfvolt. Trúin á ekki að vera hálfvolg. Trúin er einhver fórn sem þú ert að færa. Ef þú lítir á trúnaðina sem að fórn sem þú ert að færa, þá ert þú aldeilis á röngum stað. Þegar trúin er ekki fórn að færa. Trúin á Jesús er lífsbætandi umhverfi. Vantrúin sér þetta ekkert. En það er verra þegar ég og þú sem eigum til Krist og virkilega lofum og elskum Krist sjáum þetta ekki heldur. Það er miklu alvarlegra. Þegar vantrúin hefur ekki skilyrði, en þú hefur öll skilyrði til að sjá þetta réttum augum. Þú hefur allan mátt og burð og allt sem þú þarft í það að taka þessa ákvörðunum að hjakka ekki lengur í sama farinu. Við tölum að vera með Guð í fyrsta sæti. Það er góður boðskapur. En hvar er hann? Í hvaða sæti er hann? Ég lofa þér því, ef þú ert enn að hjakka í sama farinu, þá er Drottinn aldeilis ekki í fyrsta sæti þíns lífs. En ég veit að þú vildir það, og þú vilt það. Og Drottinn segir, ég vill það líka. Ef við verðum að vinna þetta saman, upp í þetta efsta sæti og ég þá í hásætinu í þínu lífi, segir Drottinn. Og þú veist þetta ekki. Þú er oft heyrt þetta og þú tekur undir þetta. En hver er þrándurinn í götu þarna? Þú sjálfur og sjálf. Eins og allt á áður. Við sjálf erum þrándur í götu okkar eigin lífs. Þrándur í götu. Ég veit ekki alveg hver þessi þrándur í götu er. Ég held að þetta sé nú reyndar skáldsagnar persóna eitthvað, kannski frá Halldóri Kiljuarni Laxness. Hann var nú oft lungin við að koma með svona alls konar fígurur fram. En það getur líka vel verið þetta miklu eldra, en þetta er þekkt orðtak. Og þessi þrándur í götu, hann var einhvern veginn alltaf fyrir. Hann var svolítið í að tefja og draga úr mönnum. Þetta gengur aldrei upp hjá okkur. Hætti þetta að vera núna. Og þetta er allt í gangi ennþá. Og við erum alltaf að hætta þessu núna. Svo bökkum við bara 5 skref og svo stígum við aftur í sömu spor. Sem við alltaf verið í. En við komumst núna í 5 skref áfram. En það líka stoppuðu við. En hvað voru mörg skrefin sem þú þurftir að taka til þess að komast á þann stað sem þú vildir á kannski 100? Þannig að 5 skref af 100 er nú ekki mjög mikill árangur. En Drottinn er góður. Hann býður okkur að reyna aftur. Og aftur og aftur og aftur. Þetta er svo Guð sem ég þekki. Hann gefst aldrei upp. En við erum upptekin við að gefast upp. Því að hvað er þetta annað en af uppgjöf þegar við tökum okkur taki, einu sinni enn, að taka okkur taki og svo förum við alltaf og aftur á sama stað. Við hættum alltaf við. Af hverju?
eins og við vorum að tala áðan, þá þekkjum við eindina svo vel og við kannski óttum pínuleyti það sem er framundan. Ég er búin að stiga oft í eitthvað sem er framundan. Ég veit ekki hvað oft ég hef gert það. Og sjálfsagt hef ég líka oft hjakkað í sama fari. Þetta framundan. Já, það er bara áformald á lífinu. Fyrir mér. Það er ekki mikið til að óttast. Og hér er ég að verða 70. Ég vil nú að vera leiður og tala þetta 70 kallinn. Þetta verður allt verið meira og meira til blessunar. Og það verður það líka hjá þér. Og ef þú ferð yfir aðeins farin við hjá þér, þá sérðu að þetta hefur verið svona. Og hér ertu enn. En alltaf að detta í sama far. Það er ekkert vitt. Af hverju? Af því að það vantar ákvörðunina. Hún kemur aldrei þessi ákvörðun, þessi alvöru ekta ákvörðun. En þú er svo sem oft tekið ákvörðun. Kannski varstu í helsi og ánauð áfengis, eins og ég og fleiri vorum, en það er löngu síðan. En þú tókst ákvörðun að láta það til hliðar. Þannig að þú getur tekið ákvörðun. Akkur heldur ekki áfram að taka ákvörðun? Næsta ákvörðun verður þessi, ég ætla ekki lengur að hjakka í þessu sama fari. Ég ætla að drífa mig af þessum stað. Þú sér þetta verður alltaf koma frá þér. En svo náttúrulega mætur mótstöðu, svo kallaðar mótstöðu, þú þekkir hana nú betur öðrum mönnum og konum. Og það hrinda þér alltaf tilbaka. Alltaf. Þetta er alltaf sama sagan. Og hvað er á þetta að stoppa? Ég get ekki stoppað það fyrir þig. Ég veit að þú getur stoppað það sjálfur og sjálf, en ætlar að gera það. Ég get ekki svarað því. Alltaf myndi ég gera það fyrir sjálfa mig og hef oft gert. Og þess vegna stendur maður keikur í dag. Ósigraður. Er þetta mont? Örugglega í þínum augum og eyrum. En þetta er sannleikur. Svona hefur þetta verið. Ég hef nú séð þið bresta í ýmsum stöðum, segiru. Hvenær sástu mig bresta? Þú er aldrei séð það. Þú ert bara að segja eitthvað sem þú veist ekki neitt um. Ég hef aldrei séð þeir bresta. En kannski væri ég ekki alltaf ánægður með þig öllum stundum, sem er allt annað mál. En það máttu eiga, að þú tókst ákvörðun. Allavega eina ákvörðun, og hún hefur ennþá haldið. Haltu áfram að taka þessar ákvarðanir. Og farðu aftur í tíman og láttu tíman vinna með þér sem að sýni þér að jú, víst gat ég tekið ákvörðun. Og ég þarf ákvörðun til að eitthvað breytist. Það breytist ekkert ef ég tek ekki ákvörðun. Það er ekki annað svoleiðis. Ég verð að taka ákvörðun. Ég vill ekki lengur. Þetta er rosalega mögnuð yfirlýsing. Hvert fer hún? Beint inn í andaheimin. Og hann hættir að bögga þig með þetta. Trúðu mér með það. En hann kannski böggar þig með einhverju öðru. Hann er ekkert að baki dóttin. En ert þú af baki dóttin? Það er spurningin sem stendur eftir. Ert þú af baki dóttin? Ég er ekki af baki dóttin, ég lofa þér því. En ég veit ekki með þig að því að þú ert ekki ég og ég er ekki þú. Drottinn stendur með mér og hann vil líka standa með þér, en þú verður að leyfa honum það. Og hvað svo? Þá hættur að hjakka í sama fari. Viljandi af öllum hjarta, mætti og huga fara eitthvað annað. En svo ferðu alltaf á sama stað, þú byrjar og svo ertu farin aftur þangað sem þú þekkir best og ert skælandi yfir allan daginn jafnvel. Þetta er ekkert líf. En hve margra
hver margir lifa ekki svona lífi? Af hverju? Af því þeir hafa ekki ennþá áttað sig á hver Kristur er. Hvernig getum við komið þessu fólki í skilningu það hver Kristur er? Ég get það ekki. Þú verður að opna á hann sjálfur og sjálf. Ég get það ekki. Ég get eins og opnað á Kristur sjálfur og hef margsinni skert. Þess vegna er ég það sem ég er. Á þeim stað sem ég er. Lofandi Guð og hef gert í áratugi núna. Áratugi. Mont er þetta í kallinu. Þetta er ekki mont. Staðreyndin á bak við það er að ég er orðin bara eldri. Og áratugirnir hafa færst mér í fang. Það er nú einfalda svarið við þessu. Og hver áratugur hefur sína reynslu, líka í þínu lífi. En ég hef leyft þessum áratugum að vinna í Drottins þágu. Og það hefur verið styrkur minn til þessa dags. Akkur ekki að fara þessa leið og hætta þessu væli. Bæli. Já, við erum stundum óttalegir vælukjóar. En ég get nú huggaðið með því að þetta breytist ekki neitt. Þannig að þú þarft alltaf að glíma við þennan vælukjóa í þér. En ekki láta sigra því eina ferðin enn. Hann kemur en þú getur líka hastað á hann. Hættu þessu væli Konráð, nefndu nafnið. Og segðu við sjálfan þig og sjálfa, ég ætla að hætta að vera standi í þessum skítugu sporum sem ég hef alltaf staðið í. Því að þau eru haug skítug. Nú ætla ég að færa mig yfir á nýjan stað. Og Drottinn segir, yes, nú skulum við byrja. Nú getum við farið að tala saman, nú skulum við starfa saman. Og þú segir, yes, já, maður, Drottinn er til. Búin að þekka henni 30 ár og þú ert í raun og vera að uppgöta núna hann til. En það er gott skref að byrja að fara út frá, þó það séu 30 árum síðan. En þú varst bara aðeins og eftir þá. Ef þú heldur þessu strikið þá myndu fá allt sem allir kristinmenn hafa fengið. Af hverju? En nú ekki gert svo mikið fyrir mig hingað til. Gamli frasinn. Hann hefur gert allt fyrir því hingað til. Þú tókst ekki við neinu. Hann rétti hverja gjöfun og eftir öðru og þú tókst ekki við nokkur einni, ekki einu sinni. Hvað er þetta að gera? Það er að taka sér taki og vaksa. Það er það sem við getum gert. Það ekki? Það er það sem ég get gert. En það er aðeins fyrir mig. Viljið þú gera sama, þá gerir þú þetta líka. Minn kæri og kæra. Svona er nú málinu vaksin á þessar eyri og það veistu jafnvel og ég. Ekki segja lengur að það sé vegna þessar aðstæðan og hinna sem þú ert í þínum kringumstæðum. Rífðu þau úr þeim, en það vilt ekki. Þú vilt bara vera þar sem þú þekkir allt og alla og ert jafn hundóanaðu með eins og alltaf áður. Svona er nú að vera veiklunduð manneskja og þetta er ekki áfellisdómur yfir einn eða neitt. Þetta er á vissan hátt sagan okkar allra, það er ekki rétt. Sagan okkar allra. Hún er þessi veiklundavafin en eigum til styrki trúnni sem við erum svo lítið að nota svo oft. Hverjum er að kenna? Ég get ekki bent á neitt nema sjálfan mig. En ég get náttúrulega dregið upp afsakanir og breytt mér í bendandi fingur. Og svo þessi, ef það er nú ekki komið inn í lífið mitt, þá væri þetta nú aðeins öðruvísi. Hver segir það? Er þetta eitthvað aðeins öðruvísi? Það er fólk í kringum okkur hver sem við lítum. Hvernig ætlar að losna við það?
Þú getur ekkert losnað við það. Þú þarf bara að vinna með þessu. Bæði ég og þú. Já, vinir, ýmsir leikar eru að hindra okkur í að verða þessi Guðs börn sem að Drottinn vill sjá. Og vegna þess að við erum ekki að hlusta á nema sumt af því sem Drottinn segir, svona við erum alltaf að velja, að þá gengur okkur ekkit rosalega vel að verða þessar yndislegu kristnu manneskjur sem við þráum. Ég veit að við þráum það. Akkur veit ég það? Að því ég veit að það sá sem á heilagan anda, hann þráir hann líkjast Kristi. Þetta hefur gengið með honum svo lengi sem hann hefur verið til og eftir hann tók við Kristi og Kristur þekkt hann. Kristur hefur ekkert breytt sér. En því miður er það slæmt ef ég hef ekkert breyst heldur. Hvernig ná ég að vænta árangur ef ég vill ekkert breytast? Ef ég neita að taka ákvarðanir fyrir mig sem að breyta öllu í kringum mig. Það er ég sem ræð ferðinni. Af hverju? Drottinn segir að ég sé frjáls manneskja. Lifi ég í þessu frelsi? Ég lifi í þessu frelsi, já. Ég verð nú að viðurkenna það. Og ég veit marga menn og konur sem lifa líka í þessu frelsi. Á hvaða vegi er þetta fólk sem að lifir í öllu þessu frelsi? Það er frjálst. Það lifir þar. En þetta er ekkert fullkomið fólk, við þurfum ekki að tala neitt sérstaklega um það. En það er þarna, það er komið með sjálft sér þangað. Á hvað ert þú að horfa? Ertu að horfa á eitthvað annað en eindina hjá þér sjálfum og sjálfri? Það er ekki góður staður að horfa til og velta sér upp úr. Það er til annar staður heldur staður eindarinnar. Hann heitir Jesús. Akkur ekki að leyfa trúnni að vaksa með þeim hætti upp til höfuðsins. Við þurfum að vaksa upp til höfuðsins. Og eftir því sem við förum ofar og nær höfðinu, Kristi, þá er lengra í þessa eind sem við þekkjum svo vel. Og svo, og í einu tímabútt þá verður svo langt í hana að við eiginlega munum ekki eftir henni lengur. Allt vegna þess að ég tók með taki. Ég tók ákvörðun og byrjaði að breyta og lífið byrjaði að breytast í þessa átt. Og ég fór með þessu farvegi og ég er ennþá með þessu farvegi. Ég átt til höfuðs Jesú Krist. Hvað með þig? Ég er að segja sögu part af mínu lífi. Hvað viltu gera við þetta? Við veitum líka við þetta. Það er engin spurning, en það er ekki nóg. Við þurfum líka að stíga skrefin okkar, vinna verkin, vinna að þessu. Og það getur enginn um að þú og ég fyrir mig og þú fyrir þig. Þannig er lífið. En mikið vildum við að lífið væri ekki svona. Þetta finnst okkur kannski svakalega hart. En þetta er bara sannleikur. Það breytist ekkert fyrir þú tekur við taki. Og svo þegar þú byrjar að taka þið taki, bara eins og ég og allir hinnir höfum gert, þá sérðu líka að þú ert nú eiginlega færi þetta. Komu að þér á óvart. Já, líklega, kannski. En það skiptir engum máli, þú tókst þér taki. Og hvað meira? Þú ert að sjá allar þessar breytingar verða. Þú ert að sjá hvernig hugurinn er farin að starfa öðruvísi og þú að meta allt í kringuði með öðrum hætti og betri. Akkurri, þetta er að styrknum sem að trúin gaf þér og ekki engu öðru. Við erum ekki að tala einhverja staðlausa stafi þegar við tölum svona. Bara aldeilis ekki. Annað er síðan hvað við erum að sjá við sjálf. Ég get lofað þér því að við erum ekkert alltaf sjálf að sjá það sem er rétt og satt.
Það er vandinn. Þess vegna hjökkum við í sama farinu. Og erum bara þar. Áratnum setna, þá getum við erum búin að hjakka svo lengi og reyna að rífa okkur upp úr þeim að við höfum ekki tölu á því hver oft við höfum lent á sama stað aftur. Við höfum ekki tölu á því. Og enn erum við þar. Enn erum við þar. Og að því kemur að við förum að vilja gera einhver. Finna einhverjar breytingar í okkar lífi. En við förum alltaf í sömu áttir. Þessa átt, klikkaði, þessa, ekki var honum betri maður. Við erum bara í þessum hring. Við sjáum aldrei hringinn fyrir utan þennan hring, þar sem Kristur er með sinn ljóma. Við veitum af honum, við elskum hann, þráum hann, en fáum hann ekki að við erum alltaf að leita á röngum stöðum. Kristur er þarna. En ég er alltaf þarna. Svart og hvít. En til þess að komast þangað sem Kristur þá fer ég þangað. Ekki þangað. Þetta er nú svona vissa og viska sem allir skilja. Þú ferð ekki það var nú hérna einu sinni til mjólkubúð. Og mjólki fékkst ekki hvergi nema í þessum mjólkubúðum sérstöku. Og ef þú ætlar að fá þau mjólk þá fórst ekki í kaupfélagið og leitaðir að henni þar, því hún var ekki þar. Í mjólkubúðinni komstu heim með fernu 1 eða 2 eða 3 ára, hvernig sem það var. Eða mjólk komstu með að þú fórst í rétta átt með sjálfan þig. Trúin er svona líka. Hún er upp. Hún gangur fram á við. Ekki hjakk í sama fari sömu gremju sporunum. Uppgjafar, tal og hugsun allan daginn. Það er okkur ekki gefið né ætlað að vera í, en hver margir er ekki þar? Allt of margir, segi ég. Og oft hefur maður svo sem verið á þessum stað og stendur sig af því ennþá að vera á þessum stað. En svo mikið hefur maður lært að maður rífur sig alltaf upp aftur. Þannig að ég er ekki söma að hjakka í sama fari. Bara aldeilis ekki. Af hverju? Að því ég vill að sjálfur að þetta líf mitt sé ekki hjakk í sama fari. Já, og það er ekki hjakk í sama fari. Eins og ég var að segja á þann, og þú veist jafnvel og ég, þetta er mitt val, sem að ég valdi sjálfur. Fyrir hvað stendur þú? En þú verður að svara því. Ég get ekki svarað því. En það er til annað en þetta. Og það er það sem verður að benda á hér. Það er til annað en þetta hjakk í sama fari í sömu sporum, daunillum sporum. Og þar vill ég ekki vera. Og þú vilt það ekki heldur, en ert þar lón og dón. Af eigin vali. Og af eigin vali er staðan þessi. Þá valdi þetta enginn fyrir þig. Hvorki ég né nokkur annar. Eins er það með mig. Ég valdi og það valdi enginn fyrir mig þar sem ég er í dag. Ég valdi þetta sjálfur. Og Drottinn tók utan þetta val mitt og hefur haldið mér í þessu vali fram á þennan dag. Sem er þá merkið það að ég valdi rétt. Veldu rétt. Ég veit ekki hvað er rétt. Og nú svo ruglar ég svolítið saman. Kristur er að velja rétt.
Og mundu það, þú þarft að lifa samkvæmt orði Guðs. Veistu þetta ekki? Er ég að segja þér einhverja nýja fréttir? Þú vita þetta alla þína trúargöngu. En ekki farið eftir því nema eftir dyndinu og dandinu. Nú sérð hvar sökin liggur. Ef við viljum tala sök, sem ég reyndar er ekkert að eltast neitt við. Ég er aðeins að benda á það að það er til leið frá þessu hjakki sem þú sjálfur og sjálf verður að taka fyrir þína parta. Eina sem ég get gert er að benda þér á, og það hefur verið gert í þessum þætti. Og ég segi aftur að þú þekkir þetta allt. Þú veist að þetta er svona. En samt lætur alltaf undan þessum brjálaða veikleika sem við allir, allt fólk erum haldin. En misjafnt hver langt fari að ganga hjá hverju og einu okkar. Nei, vinir, við erum án afsökunar ef við erum ekki að gera það sem Drottinn býður. Við þekkjum leiðina, við höfum oft farið leiðina, en verið ódögleg við að stíga skrefin, og það er okkar akkilísarhæll. En þessu ætlum við að breyta frá með þessu andartaki í Jesú nafni. Við segjum þetta gott og Konráð Rúnar Friðþjófsson þakka fyrir sig og heldur þessu góða verki Drottins áfram.